hversu mikilvægt það er að hlusta rétt. Í fornöld sendi ákveðinn konungur sendiboða konungi í nágrannalöndunum. Sendiboði var seinn og hljóp skyndilega inn í hásætisherbergið, pantaði með skjótum útreiðum, byrjaði að fullyrða röð drottins hans. Meistari minn, bauð þér að segja þér að gefa honum bláan hest með svörtum hala. Og ef þú gefur ekki slíkan hest, þá. Bandstrik, ég vil ekki hlusta lengur, truflaði konungin anda boðberan. Tilkynntu konungi þínum að ég á ekki slíkan hest og ef ég hefði það, þá. Síðan rakst hann á og boðberinn sem heyrði þessi orð frá konungi, sem var vinur drottins hans, var hræddur, hljóp út úr höllinni, stökk á hest sinn og hljóp aftur til konungs síns óeðlilegt svar. Þegar konungur hlustaði á slíka skýrslu var hann hrikalega reiður og lýsti yfir stríði við nágranna konunginn. Það stóð í langan tíma, mikið blóð var úthellt, mörg lönd voru í rúst og kostaði báða aðila dýr. Að lokum samþykktu báðir konungar, eftir að hafa klárað ríkissjóðinn og þreytt herliðið, í vopnahléi til að ræða kröfur sínar hver við annan. Þegar þeir hófu samningaviðræður spurði seinni konungur þann fyrsta. Bandstrik, hvað vildir þú segja með setningunni þinni? Gefðu mér bláan hest með svörtum hala og ef þú gefur það ekki, þá. Punktur fór hestur af annarri föt, það er allt og sumt. Og hvað vildir þú segja með svarinu þínu? Ég á ekki svona hest, en ef ég hefði það, þá. Punktur, ég myndi vissulega senda það sem gjöf til góðs nágranna míns. Það er allt og sumt.